Ég búin að slá að þráðin hérna örlítið út í Flóa en við ætlum að forvitnast basar sem að verður á laugardaginn kemur í Flóahreppi og hún á línu hjá mér, Sólveig Þórðardóttir sem að formaður kvenfélags Villingaholtshrepps. Sæl og blessuð. Já, blessuð og sæl. Já, þið eru nokkuð kvenfélögin hérna út í Flóa? Já, það eru hérna 3 kvenfélög í Flóahreppi og það er kvenfélag Villingaholtshrepps, Hraungerðishrepps og Gulfjarðarbæjarhrepps. Já, og þið eru svolítið virkar. Já, við erum svolítið virkar og erum svona fannar að vinna líka heilmikið saman. Já. Það er svona ýmsum verkefni sem bara ofsalega skemmtilegt. Já, það er frábært og þið eru búin að vera núna, í 2 ár að undirbúa þennan basar sem að vera núna á laugardaginn? Já, við erum búin að vera því svona meira og minna. Við vorum með síðasta basar fyrir 2 árum og styrktum það á 9 göngudeildina á sjúkrahúsinu með 1,3 milljónir. Glæsilegt. Og svo svona núna var farið að safnast upp hjá okkur, þannig það var ákveðið bara að skelli að halda annan basar. Já. Og ætlum núna að styrkja skammtímavistuna í Altarima 2. Já. Þar bráð vantar þeim sérhæft sjúkrarúm sem að kostar 1,1 milljón króna. Já, þetta kostar sem skildingin. Þetta kostar skildingin, sko. Og þetta er eitthvað sem að náttúrulega bara gerist ekki, maður tekur þetta ekki upp úr rassvasanum, sko. Nei, nákvæmlega. Þannig við ákváðum að þetta væri stórt verkefni og við bara ættum að stefna að því að við náum inn fyrir þessu rúmi, sko. Já, þið ætlið að vera, í Þingborg eða ekki? Jú, við ætlum að vera í Þingborg og Flóahreppi styrkjur okkur nú með því að við þurfum ekki að borga leigu. Já. Sem er náttúrulega bara alveg frábært. Og þetta er á laugardaginn frá klukkan 1 til 5. Og þarna verður alveg rosalega mikið að vera. Við erum með alveg helling af alls konar vörum, náttúrulega lópasokkana og vettlinga og húur og svo við erum með alls konar jóla líka, bjölluseríur, heklaða bjöllur, heklu jólatré með seríum, jólakúlu sem búið að hekla á prjóna utanum og fæðarseríur og svo er náttúrulega bara fullt af öðrum skemmtilegum hlutum, sko. Já. Sem að fólk verður bara að koma og sjá, sko. Margar sniðugar í höndunum í kvenfélögunum? Já, mjög. Mjög svo. Svo fáum við reyndar svona, það er svolítið sérstætt, við fáum aðstoð frá einum hesti. Já. Ein sem að kemur með málverk sem að er máluð af hesti. Já, maður spánu í hvernig það er hægt. Heyrðu, hesturinn, hann er með pensil upp í sér. Já. Og hann málar á, þetta er bara svona stregi sem er settur fyrir framann, svona lítil mynd bara á gólfið og hann bara málar. Tekur þátt í þessu öllu saman? Vitið það, þetta er yndislegt að sjá þetta. Þetta er svo flott og við verðum svona með meiri upplýsingar þennan hest þarna á sýningunni og verðum sérstaklega með nokkra myndir til sölu sem hann er búin að mála sérstaklega fyrir okkur. Já, já. Og svo eru listaverk úr skeifum líka og alls konar hangar og kertastjakar og svoleið sem notað bara gamlar skeifur sem búin að þjóna sín hlutverki. Já, og gaman að endurvinna og gera eitthvað skemmtilegt úr því. Að gera, við erum mikið í því í hreppnum, sko. Já, það ekki? Jú, algjörlega. En svo, þið eru nú ansi naskari að baka líka? Já, við höfum svolítið gaman að því marga hverja, sko. Já, það ekki? Jú, það er svolítið gaman að því, sko. Erum við þá í svona gömlu klassísku eða verið að leita nýjum uppskriftum? Það er voða mikið bara svona hefðbundið. Já. Það er náttúrulega bara verið með maresterturnar og lagtertur og heimabakara, kleinur og flatkökur og svona ýmislegt. Ég svo sem veit ekki alveg hvað verður. Við sjáum þá á laugardagsmorgunum hvað konum dettur til hugar að koma með. Já, nákvæmlega, en þetta er svo sem eitthvað sem að klikka seint. Það klikkar bara ekki, sko. Það er þannig og svo eru alls konar jólasultur sem konur eru búin að búa til og pesto, krækiberjasaft. Það var eitthvað sem fór og tíndu 20 lítra af krækiberjum og er búin að búa til saft fyrir okkur. Já, og svo ætlaði að vera með veflusölu, það ekki líka? Jú, svo erum við með veflur og kaffi og náttúrulega á mjög hóflegu verði og þetta er náttúrulega, við erum með allt á hóflegu verði. Okkur langar að selja, okkur langar að ná inn fyrir þessu og svo náttúrulega ef fólki langar að leggja meira til, þá má það alveg koma með frálsframlög líka, sko. Já. Bara alltaf hjálpa okkur. Það er allt í boði, sko. Það erum að gera, ég verði eiginlega að kíkja á ykkur lögut en ég er alveg endalaust gaman af öllu sem að gert í höndum. Já, bara væri ofsalega gaman að sjá því og bara sjá sem flesta. Okkur langar það bara að fá að sjá sem allra flesta þess að hjálpa okkur að þetta er verðugt verkefni sem við erum að vinna af. Já, algjörlega og við erum svo að fá að fylgjast með framhaldinu
hvernig gekk að safna og hvort að náist upp í rúmið. Já, vonandi, við stefnum alveg af því, sko. Algjörlega. Alveg. En Sólveig, gaman að heyra í þér og ég hvet alla til þess að kíkja í Þingborg á laugardaginn á milli 1 og 5. Takk að ég kærlega fyrir. Takk fyrir. Já, takk. Já, bless. Já, það svo skemmtilegum Sólveig. Já, hvet ykkur til þess að athuga þetta. Þarna margt í boði og ýmislegt sem að væri hægt að nýta sem að getur leynst í jólapakkana. Má nú ekki gleyma því.